lag sem við syngjum saman tvö, dag eftir dag. Já, komið sælir áhorfendur og velkomin í þáttinn Lífið lag þar sem við fjöllum stöðu, hagsmuni og framtíðarsýn eldri borgara. Ég ætla svolítið að beina athyglinni af heilbrigðisþjónustu í þessum þætti og auk þess ætla út á golfvöll og ég ætla að ræða við þekktan Íslending undir lok þáttarins. Hingað til mér komin Hjálmar Þorsteinsson, sérfræðingur í bæklunarskurðlækningum. Sæll og blessaður og takk fyrir að koma. Þú ert einn af forsvarsmönnum klínikurinnar í Ármúla, ef ég fer rétt með það, og þið og þú annars meðal annars liðskipta aðgerðir og þá nú átt við það ekki mjaðmir og hné og flestir eldri borgarar, væntanlega þínu sjúklingum eru eldri borgarar að koma til svona aðgerða, það ekki? Jú, maður getur sagt að stærsti hópurinn þeir sem eru 65 ára eldri. Já. Það eru vissulega einstaklingar sem eru töluvert yngri en svona stærsti hópurinn þeir sem eru að koma inn á eftirlaun. Já. Segðu mig Hjálmar, hvað að fara í mjaðmaskipta aðgerð? Hvað það mikil aðgerð og hvað tekur það mikið á einstaklingin? Jú, þetta vissulega stórar aðgerðir en það sem hefur kannski gjörbreyst síðustu ár og kannski svona 10-15 ár að bæði hvernig við meðhöndlum sjálfa aðgerðina og sérstaklega bæði undirbúningur og sem sagt eftirmeðferð. Hún hefur breyst mikið, þannig að áður fyrir voru þetta aðgerðir þar sem fólk var inniliggjandi kannski jafnvel 2 vikur, en við erum að horfa kannski 15-20 ára eftir tíman. Núna eru langflestir inni kannski 1 nótt, stundum 2, stundum 3. Já. Og auðvitað fer það svolítið eftir bara aldri og fyrra líkamlegu ástandi og öðrum sjúkdómum. Já. En þetta orðið allt öðruvísi heldur en það var bara mikla framfarir í læknisfræðinni og hnjáskipta aðgerðir eins líka. Já, og í rauninni ef maður það er oft fari ég þessa spurningu, þetta ekki erfiðar að fara í hné heldur en miklu meiri verkir og það voru alveg sannindi fyrir kannski 10-15 ára síðan. Þetta orðið miklu líkara núna. Segðu mér eitt þið eru þarna í Ármúla 9, þar sem Hótel Ísland Já. Með einkarekna heilbrigðisþjónustu eða stöð, eða hvað við kallum þetta, og eru með nokkur aðgerðasviði. Nú ert þú í liðskipta aðgerðunum. Það er náttúrulega búið að vera mikið í umræðunni að þið eruð að berjast fyrir því að fá ríkið til þess að gera við ykkur samning. En þess að fólk að borga þetta og eigin vasins og það ekki. Já, og við sem hófum að gera liðskipta aðgerðir í febrúarmánuði 2017 og síðan þá erum við búin að gera rúmlega 200 aðgerðir þar sem að sjúklingar hafa greitt alfarið aðgerðina sjálfir. Þetta náttúrulega mjög undarleg staða því að við erum búin að vera kljást við verulega langan biðlista og því miður þá sér maður ekki að hann sé áberandi að styttast og í rauninni það þannig að þó að við höfum aukið verulega fjöldan ef við tölum bara aðgerðir á Íslandi varðandi hnéskipti, þar sjáum við alveg klárlega aukningu. En það sem er merkilegt á þeim biðlista, hann orðið lengri heldur en hann var 2014. Hann ekki að styttast. Hann ekki að styttast. Nei. Þannig að allt það sem hefur verið í gangi, það dugar ekki til. Nei. Þó að við teljum aðgerðirna sem klínikin hefur framkvæmt. Nú kann margur álíta svo að sé einhver pólitík í gangi, en sleppum því aðeins, en hvað með kostnaðinn við þetta? Hvernig hann fyrir ríkið að skipta við ykkur versus Landspítala Háskólasjúkrahús eða senda fólk til útlandis og það á rétt á eftir ákveðin tíma? Já, ef við tökum bara í rauninni Landspítalann, Akranes og Akureyri, að þá var það þannig eins og heilbrigðiskerfið hefur bara verið rekið. Það först fjárlög, það hefur reiknar ákveðið fjöldi aðgerða. Síðan þegar átaksverkefnin byrjar vormánuð 2016, þá var ákveðið sem að ríki greiði aukalega fyrir hverja auka aðgerð í rauninni fram yfir það sem hefur verið gert árin á undan. Og þá var greiðslan tæp 900.000 að við segjum að jafnaði fyrir þessi 3 sjúkrahús fyrir hverja auka aðgerð. Aðgerðin eins og hún kostar á klínikinni 1200.000. Ef þú ætlar að fara að senda viðkomandi erlendi sem í rauninni þá 3. kosturinn í þessu, þar ákvæði sem heitir biðtíma tilskipun. Þar hefur sjúklingurinn rétt á að fara í aðgerð erlendis ef að biðtíminn meir en 3 mánuðir. Og þá greiðir ríkið aðgerðin úti,
uppihald og ferðakostnað fyrir bæði sjúklingin og fylgdarmann. Og þá erum við komin kannski í kostnað sem við bara segjum eitthvað staðar í kringum 2 milljónir. Ef við tökum þetta skrefnu lengra og veltum fyrir okkur skattasporinu, þá skattasporið á aðgerð erlendis, það flugvallaskattur, þú færð ekki meira tilbaka til íslenska ríkisins. 15.000 krónur? Já, og ef aðgerðin í ármúla 9 í staðan fyrir að viðkomandi þurfa að flýja land, þá svona gróft reiknað í virðisauka og tekjuskatti í fyrstu umferð, þá það tilbaka til ríkisins svona 450 til 500.000. Þannig að kostnaðurinn þarna ekki nema bara 700 til 750.000, þannig að þú ert að segja það, Hjálmar, að þessi lægri kostnaður fyrir ríkið, áberandi lægri kostnaður. Já, við skulum ekki gleyma því heldur að auðvitað borga starfsmenn Landspítalans og sjúkrahúsanna á landinu líka tekjuskatt. Já, sjálfsögðu. Þannig að en ef við höfum að bera saman, sem í rauninni hinn kosturinn, það að fara í aðgerð erlendis. Og ef þú reiknar skattan inn í, þá munurinn ennþá meiri heldur en að segja þessi 1200.000 og 2 milljónir. Þegar þú komst í smá spjall til mín í haust, þá sagðir mér frá því að þú hefði sjálfur að eigin raun farið út með sjúklinga og leiktir væntanlega bara skurðstofu þar sem þú hefði starfað áður í Svíþjóð. Já. Viltu aðeins rifja þetta fyrir mér? Já, þetta var svolítið merkilegt. Nú opinbera í mína barnslega einfeldni, sko. Maður hélt alltaf að þetta myndi leiða til þess að við myndum fá tækifæri til að setjast niður og ræða grundvalli fyrir samningi. Af því að þetta augljóslega réttur sjúklingsins að fá aðgerð innan 3 mánaða. Þannig að ég sótti fyrir 5 sjúklinga, ákvað að fara með það út, leigði litla rútu, gerði hana sjálfur, bókaði hótelið sjálfur, bókaði farmiðana. Og ég reiknaði þetta og eins og ég segi, þetta eins ódýrt og mögulegt Við neituðum sjúklingunum að taka með sér fylgdarmenn. Ég var fylgdarmaður fyrir 1 sjúkling og svo tók ég með 2 hjúkrunarfræðinga. Þannig að þetta nú öruggt. Og ég hefði getað gert 9,5 aðgerð ef ég fengi að keyra blessaðan rútuna í Ármúlan. Fyrir utan ferðalagið sem að sjúklingar þetta leggja á sig? Það sjálfsögðu. Þá varum ekki að fara reikna inn alltaf óhagræði sem að fylgir að gera aðgerðin í öðru landi. Hjálmar Þorsteinsson, sérfræðingur í bæklingaskurðlækningum hjá Klíníkinni í Ármúla. Við komumst ekki lengri í dag. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel í baráttunni. Takk sömuleiðis. Við snúum okkur næsta máli. Já, í framhaldi af spjalli við Hjálmar Þorsteinsson hjá Klíníkinni þótti mig við hæfi að kanna aðeins nánar greiðslu þátttöku ríkisins í heilbrigðisþjónustu almennt. Og hingað til mín komin María Heimisdóttir, hún forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, velkomin til mín. Takk fyrir. Stór spurt, viltu segja okkur frá með hvaða hætti greiðslu þjónusta Sjúkratrygginga ríkisins fer fram í gagnvart heilbrigðisþjónustu á Íslandi? Akkúrat. Eins og flesti vita að þá var tekið upp nýtt kerfi í hvað varðar greiðslu þátttöku hins opinbera 1. janúar 2017 og við höfum skoðað áhrif þess þá 1 ár eftir upptöku þessa kerfis og borið saman við 1 ár áður og það svona þau gögn sem ég ætla að tala svolítið núna. Það sem við sjáum að hefur gerst kannski akkurat það sem að var stefnt, það að segja að það hefur verið jöfnuð út greiðsluþáttakana. Það voru meðal svona yfirlýstra markmiða við innleiðingu þessa nýja kerfis var að minnka spönnina. Það voru einstaklingar sem borguðu mjög lítið og svo aftur einstaklingar sem borguðu geysilega háar fjárhæðir. Og eitt meginmarkmið með þessu nýja kerfi var þá að draga þetta svolítið saman og reyna að jafna byrðarnar og sérstaklega reyna að koma til móts við einstaklingar sem höfðu kannski lítið þurft á greiðsluþátttöku hins opinbera að halda en höfðu orðið fyrir verulegum útgjöldum, til dæmis til ungt fólk sem að veiktist alvarlega, til dæmis að krabbameini og lendi í því að vera að borga mjög háar fjárhæðir allt í einu. Og það var svona, kveikjan að þessu kerfi svolítið. Það sem við sjáum, sérstaklega varðandi eldri borgara, að þetta hefur tekist. Það voru dæmi það að eldri borgarar greiddu alltaf 270.000 krónur á ári. En við sjáum að með þessu nýja kerfi þá hefur svo upphæð lækkað mjög mikið og ég held að hæstu tölurnar sem við höfum séð hingað til eru 47.000.
að það sem sagt max Er það að tala núna einstaka aðgerð sem að Nei, á ári. Á ári? Já, á 12 mánaða tímabili. Á 12 mánaða tímabili, já. Já, 47.000 á 12 mánaða tímabili fyrir eldri borgara. Já. Og svo það gildir sérst fyrir 67 ára og eldri? Já. Síðan gerðist það núna síðustu áramót, 1. janúar 2019, að þá ákváðu yfirvöld að fella alveg niður greiðslu, eða sem sagt gjöld fyrir aldraða á heilsugæslum. Þannig að ef þú ert 67 ára og eldri og kemur til heilsugæslulæknis eða á heilsugæsluna, þá greiðir ekki neitt, nema ef það er... Það eru tímamót, það er eins og að fara í sund. Já, akkurat. Og það er þetta er auðvitað liður í því að auðvelda aðgengi að heilsugæslunni. Það hefur verið stefna stjórnvalda, ég held bara áratugum saman, að gera heilsugæsluna fyrsta viðkomustað og einn liður í því er þó einmitt að sem sagt lækka kostnað, sérstaklega eldri borgara við að fara þangað. Það er það sem eldri borgari er alltaf að berjast fyrir og Félag eldri borgara Reykjavík og nágrannans til dæmis. Það er að auðvelda líf margra þeirra sem eiga erfitt fjárhagslega, eru komin á efri árin, það er náttúrulega ekki allir sem betur fyrr, en þetta lítur að hafa sitt að segja. Já, ef við skoðum nokkrar tölur og þær eru sem sagt frá því áður heldur en heilsugæslukostnaðurinn var felldur niður, þannig að þetta á eftir að lækka meira, að þá sjáum við að áhrif þessa nýja kerfis í heild eru það að til dæmis í þjálfun, sjúkraþjálfun, talþjálfun og iðjuþjálfun, að þá hefur kostnaður eldri borgara lækkað 10.000 til 20.000 krónur á ári, sem sagt per einstakling á ári. Ef við skoðum þetta niður á einstakar komur, þá lækkar kostnaður eldri borgara 700 til 1700 krónur. Ef við skoðum aðra þætti, eins og til dæmis komur til sérgreinalækna og sjúkrahús, að þá er myndin svolítið önnur, að þá hefur kostnaðurinn hækkað fyrir eldri borgara 700 til 3.500 krónur á ári, en myndin er svolítið tvískipt, að á sjúkrahúsum er hækkunin mjög lítil, það er 60 krónur per komu, en á stofum að þá er hækkunin 1000 krónur á komu fyrir eldri borgara. En það sem er svolítið kannski áhugavert, eins og þú varst að segja áðan, að þetta er auðvitað eitt af hagsmunamálum eldri borgara, að það er að takmarka greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu almennt séð, lækkana. Og við sjáum núna að það bil 10% aldraðra, við ættum kannski að segja þetta, það bil 10% aldraðra lendir í því á ári að sem sagt komast upp í hámarksgjaldið sem er 17.400. Það er ekki nema 10% aldraðra sem að kemst upp í þann kostnað. Það þýðir að 90% gera það ekki. María, tíminn líður hratt. Má ég bara rétt spyrja, það er svolítið umræðinni hérna. Það eru biðlistar. Það eru, nú langar með þess að bara örstutt að skírskota til augsteinaskipta aðgerða eða augasteinaskipta aðgerða, ef orðum þetta rétt, og til dæmis liðskipta aðgerða. Því fyrir hér í þættinu var hjá mér Hjálmar Þorsteinsson, sérfræðingur, bæklunarlæknir og einn af forsvarsmönnum klíningarinnar. Og þetta er svolítið í umræðinu einkarekin heilbrigðisþjónusta til þess að lækka biðlistina, og þeir telja sig geta gert þetta og sýnt fram á það að þessi ódýrari kostur. Er eitthvað í einhverju samningar í burðarliðinu þarna? Fólk spyr að þessu, þetta er svolítið í umræðinu. Er einhverju samningar á ykkar vegum þarna á leiðinni yfir? Svo þú vitir til? Það er kannski bara best að líta á þetta þannig að til þess að það væri hægt að bæta við, að auka framboð á liðskipta aðgerðum, að þá einfaldlega þarf nýtt fjármagn. Það var samþykkt ákveðin fjárhæð á fjárlögum. Henni hefur þegar verið ráðstafað til 3 sjúkrahúsa og þeim falið að gera ákveðin fjölda liðskipti aðgerða, og þetta er í ferli. Þannig að það er svona mikilvægt að hafa það í huga að það þyrfti að koma til nýtt fjármagn til þess að það væri hægt að fela fleirum að gera þessar aðgerðir. Þannig að það er ekki neitt samningur á borðinu í dag allavega sjáanlegur? Ekki svo þú veit? Nei. María, við komumst ekki lengra. Ég þakka þér fyrir spjallið hérna í dag. Takk fyrir sömuleiðis. Og nú bregðum við okkur út á golfvöll.
Það farið að vora á Íslandi, komið fram í maí og golfvellarnir hafa sjaldan, aldrei verið jafn flottir eða komið í undan vetri að mati flestra, jafnvel ekki áratugi. Og ég staddur hérna uppi Bása hjá Golfklúbbi Reykjavíkur sem nú stærsta æfingarsvæði á landinu og hjá mér Margeir Vilhjálmsson hjá golfnámskeiði.is. Sæl Margeir. Sæl verð. Það byrjað að snemma í ár. Já, þetta náttúrulega bara frábært og við erum að græða bara eiginlega mánuð, svona því sem næst. Margeir, þú ásamt félaginu Inga, þið rekið fyrirtækið golfkennsla.is þar sem þið takið bæði unga sem aldna í golfkennslu. Já, golfnámskeið.is. Golfnámskeið.is, ég vildi sagt það. Já, við Já, segðu kannar svo. Já, við settum þetta stað bara núna í mars. Já. Og erum með heimasíðuna golfnámskeið.is og erum búin að setja saman svona námskeið sem eru allt frá 2 tímum og upp í 3 daga. Það sem að fólk getur komið og náð góðum tökum á íþróttinni og það er náttúrulega aldrei of seint að byrja í golfi. Einmitt, við erum að fjalla hérna stöðu, hagsmuni og hérna framtíðarsýn eldri borgara og þau mál sem eldri borgarar hafa gaman og ég ætla aðeins að beina spurningunni. Er okkur of seint að byrja í golfi eftir 60? Nei, það er aldrei of seint að byrja. Og ég á mjög marga vini sem eru núna akkurat að nálga 60 og eru bara að taka sín fyrstu skref. Strákar sem að ólust upp á fótboltavelli og eru búin að uppgöta það að þeir vilja halda áfram að keppa og þetta er íþróttin sem þeir geta haldið áfram í alveg á fullu. Sjá þeir ekki rosalega eftir því að það ekki byrjar svona 30 árum fyrir? Allir. Hver og einn einasti. Það er allir að berja hausnum við stein og segja af hverju byrjaði ég ekki. Það er kannski ekki að bera saman að kenna börnum og úlingum golf en segjum að setja að kenna fólki á 30-aldri eða 40-aldri samanborið við á eldri borgara sem konur á 70-aldurinn. Er munur á þessu fyrir ykkur golfkennarana? Já, þetta er kannski svona spurning oft kraft og liðleika og fleira en golfið er alveg rosalega gott fyrir eldri borgara og reyndar bara fyrir alla því að þetta er miklu meiri hreyfing heldur en fólk gefur íþróttinni svona kredit fyrir, ef við mögum segja það. 18 hólu golfringur er 10 til 12 km ganga pluss hreyfingin við að slá boltan. Og þetta eru auðveldar hreyfingar, léttar, þetta er taktur en ekki kraftur og svona liðleiki og þetta er bara góð í rauninni bara leikfimi fyrir alla aldurshópa. Ef að hópur af eldri borgurum myndir nú vilja koma saman, kannski segjum þetta 6, 8 eða 10 stykki, eru þið með svona hópkennslu eða verður fólk að koma í einstaklingstíma hjá okkur? Nei, við leysum úr öllum verkefnum og sumir vilja koma einir, algengt að hjón vilja koma saman eða vinahópar, oft í þessum stærðum og við reynum þá bara að vera með ríflegan tíma þannig að allir fái athygli. Það er nú svo sem, ég ætla nú aðeins að spyrja þetta í verðlag við að koma í golfkennslu, það er kannski ekki neitt eldri borgara afsláttur af því, það tekur ykkur langan tíma að kenna þeim eins og yngri, en hvað kostar að læra golf í dag? Hvað getur við svona að tala um? Þá sem ekki vita? Já, það er svona, ef þú ert að koma í einkatíma, þá eru þeir svona á verðbilinu 7 til 12.000 krónur skiptið. En mjög algengt er að fólk sé að koma í hóptíma þar sem séu fleiri saman og þannig í rauninni dreifist kostnaðurinn og fólk er þá að koma í svona 4 til 8 skipti fyrir kostar á bilinu 12 til 20.000 krónur. Já, akkurat. Hvað eru svona elstu nemendurnir hjá okkur í dag? Hvað eru þeir orðnir gamlir? Þeir eru bara dett í áttrætt, það er bara svoleiðis. Já, en er það ekki þannig að maður getur lært golf endalaust? Jú, það er bara svoleiðis. Þú fullkomnar aldrei það? Já, og það er líka fyrir þá sem eru að stunda golf og hafa verið að stunda golf að þeir eru svona koma undan vetri því að það er því miður ennþá þannig að við eigum það til að leggja kilvonum að þá er þetta að koma þó að sé ekki nema kannski 1-2 tíma og það þarf svona aðeins að rétta úr mönnum og liðka þá til en það er líka gaman frá því að segja að konur eru ofboðslega duglegar að koma í golfkennslu og eiginlega miklu duglegri heldur en kallarnir. En það er svona fyrir utan þetta allt saman gaman að sjá aukinn áhuga kvenna á golfi. Þetta er mjög áberandi orðið í dag. Já, og ég held að Ísland sé bara með hæsta hlutfall kvenna í golfi sem þú finnur hvað sem er í heiminum. Og það er náttúrulega bara frábært. Hérna í Básum, þetta er nú væntanlega veglegasta æfingaaðstaða þótt víðar væri leitað. Já, þetta er stærsta svona básasvæðið, en það er náttúrulega frábært svæði út á Nesi og í Hafnarfirði, hjá Keili og upp í Oddi, í Oddfellow
á Suðurnesjum, Akranesi, það eru mjög góð Og svæði. opið á veturna líka það ekki? Já, flest þessi svæði eru farin að teygja sig verulega langt inn í veturinn og það eru kannski bara aldimmustu mánuðirnir það sem er lokað. Það sem er lokað, já. Margeir Vilhjálmsson, golfkennari, hvernig líst þér á framtíð golfara á Íslandi? Sérðu þeim fjölga mikið? Já, sko, þetta er náttúrulega svolítið merkilegt að það er mikill fjöldi fólks, alltaf 58.000 manns samkvæmt skoðanakönnun sem er að spila golf á Íslandi í einhverri mynd. Sumir spila bara í útlöndum, á Spáni eða Flórída og láta kylfurnar nota þær ekki hérna heima, sem er synd. Og hérna, já, ég held að þetta eigi bara eftir að aukast ennþá, ég hef trú á því. Margeir Vilhjálmsson, golfkennari hjá golfnámskeiði.is, gangi ykkur vel í framtíðinni. Takk fyrir það. Tómas Andrés Tómasson, það eru nú komin hartnær 40 ár síðan að þú opnaðir þinn fyrsta hamborgarastað á Grensásvegi. Já, mikið rétt. Já, það bara skeiði svona einhvern veginn. Ég man að ég hafði hjálpað Þóri Gunnarsinni á matstofu Austurbæjar að opna Vinnís hamborgara og þeir gengu ágætlega. Þannig ég ákvaða að slá til og fara sjálfur af stað. Og ég var svo heppinn að það var til leigu húsnæðin á Grensásvegi sem að Garðar Hinriksson í vestfirsku Harfylsölun átti og hafði staðið autt tíma og það var náungi sem að sagði við mig Tommi, eigum ekki hérna að opna saman svona sjoppu og hamborgarastað eins og þeir eru að gera í Hafnarfirði, þarna í Kentucky. Það var Skalli öðrum megin og Kentucky hinum megin. Þessi náungi héti Ingólfur og átti hérna sjoppu á Snorrabrautinni sem héti Örnólfur. Ég hafði kynnst honum áður og ég sagði ok, ég er til í slaginn. Og hann sagði, já það er húsnæði inn á hérna Grensásvegi 7 sem ég hef áhuga á og farði að skoða það. Og ég fór að skoða þig og það var vetur og það var frost og það hefði ekki verið kynnt upp lengi og það var allt fullt af harðfiski, þannig að það var vond lykt líka, eða svona harðfisklykt. En húsnæði var sko langt og mjótt, ekki breitt og mjótt. Þannig að það hentaði ekki að vera með tvenns konar rekstur. Svo ég sagði við Ingólf, því miður þetta hendar ekki undir þetta sem við erum búin að vera að tala um. Svo ég get ekki tekið þátt í þessu með þér og þá sagði hann, já þá ætti ég ekki að gera neitt. Og þá sagði ég, má ég taka húsnæði á leigu sjálfur? Og hann sagði, já ekki málið, ég bara geði leyfi til þess hér og nú. Og það vildi þannig til að ég hefði keypt íbúð inn í Norðumýri sem að ég raunverulega skuldaði alla og vissi ekki hvernig ég ætlaði að borga en ég fór að tala við þann sem seldi mér íbúðin og sagði við hann er þið sama þó ég fresti greiðslum í 6 mánuði með ég opna þennan hamborgarastað. Og hann sagði, já, ok, ef mér líst vel á plani þá skal ég gera það og ég sýndi honum einhverja svona tölur og hann sagði eftir á, þetta leit allt svo vel út að ég sagði bara já. Já, það gekk allt saman upp, en málið var að einum peningarnir sem ég hafði milli handana þegar ég lagði af stað í þetta ævintýri, það voru 16.400 krónur sem að ég fékk fyrir að leigja íbúðan út í heilt ár. Þá kostaði dollarinn 6,40 og ég sagði sjálf að mig það mun kosta mig 250.000 einréttar. Og ég byrjaði á því að fara inn í Karnabæ og ég keypti hljómflutningstæki fyrir 100.000. Þannig að það fór 40% af budgetinu bara 1, 2 og 3. En síðan opnuðum við 14. mars 81 og ég gerði ráð fyrir því að við myndum opna og selja svona kannski 200-300 hamborgara á dag. En eftir 3 vikur þá vorum við farin að selja meðaltalið 1000 á dag. Þetta var fínulegt ævintýri. Og frægt þegar þú afhendir, var það ekki SO á 1 milljón króna, 1 krónu fyrir hvern hamborgara sem þú hafði selt? Já, ég fekk þessa hugmynd bara, ég stóð yfir pönnunum og hérna sagði, rosa væri það flott að gefa þeim milljón. Krónu á hvern hamborgara? Já, þannig að því menn spurðu hvernig er þetta hægt? Tómas, það eru liðin mörg ár síðan og þú er búinn að gera margt í millitíðinu og opnaði á sín tíma Hard Rock Café sem frægt var í Kringlunni. Við erum hérna staddir á búllunni þinni sem þú kenndu við í dag, fyrstu búllunni hérna við höfninni Reykjavík. Já. Búllurnar hafa verið að blása út hér, ekki bara á Íslandi, út alla trissur. Já, það er svona 7 á Íslandi. Þetta byrjaði 2004 og hérna og síðan þá hafa opnað sem sagt 7 búllur á Íslandi
og 11 frekar en 12 í hinum ýmsu borgum í Evrópu. Þar á meðal eru 3 í Berlín, 2 í London, 2 í Oslo og 1 í Róm af öllum borgum. Kaupmannahöfn. Já, 2 í Kaupmannahöfn. Tommy's Burger Joint, eins og ég hef séð þetta. Akkurat. Hérna, þú varst nýlega 70 og hélst upp á það með pomp og prakt með þínu nánustu vinum, fjölskyldu. Hefur endalausan starfsorku. Þú ert vaxinn eins og 35 ára maður, þú æfir alla daga. Þú varst að koma hérna beint úr World Class þegar við vorum að undirbúa þetta viðtal. Já. Vinnan allt fyrir þér? Nei, ég er bara på punt nú orðið. En það var vildi nú þannig til sko að hérna með ammælið að ég hafði aldrei haldið upp á neitt ammæli ævina, þannig að ég sagði það er best að gera það núna einu sinni almennilega. Og það tók mig 3 mánuði að undirbúa ammælið. Og það gaf mér svona ákveðin svona kjark og þrótt að standa í þessu. Það komum 200 manns. Þannig að þetta hefur tekist mjög vel núna? Já, ég get ekki sagt annað en að þetta hafi tekist vel. Má ég spyrja þig núna, svona framtíðin hjá þér, hvernig sér það næstu 10 ára? Þetta er hvað að spá í það? Þetta er góð spurning. Eða tekur einn dag í einu, eins og sem ég segja. Já, einn dag í einu. Það gengur náttúrulega út á það einn dag í einu. Það blundar nú alltaf í mér að opna sem kallað er hérna í Ameríku diner. Egg og bacon. Mér finnst ég hvergi geta fengið egg og bacon svona á þann hátt sem maður getur keypt í Ameríku. Það er svona, auðvitað eru margir að selja egg og bacon og svona eitthvað sem kallað brunch. En það er hvergi sem þú getur rappast svona inn og fengið annarkvort skink og egg eða stóra þykkar samlokur með öllu. Já, sko þegar ég var að læra að vera kokkur upp á Keflavíkurflugvelli þá var ég að vinna á hérna flugstöðinni gömlu og þar var Tería og þar var við vorum frægi fyrir egg og bacon og skinku og ossamlokur og svoleiðis. Og það var alltaf blundað í mér að opna svona staði. Já, kannski verður eitthvað úr því. Hvort að það verður svona eitt af mínu síðari verkefnum, það verður komið ljós. Tommi, hugsaðu tímann þig sem eldri borgara, sem er 67 ára? Ég sagt þér eins og ég gleymi alltaf að ég er orðinn 70 ára. Já, ekki. Það er bara, sko, svo stundum horfi ég í spegil og ég segi, heyrðu góði minn, þú ert orðinn 70. En hérna, mér finnst ég alltaf vera svona cirka 38. Já, þannig lifur í lífinu. Já, kannski, já, 38 til 45. Tómas A. Tómasson, takk kærlega fyrir spjallið og gangi allt í haginn í framtíðinni. Takk, gaman að hitta þig aftur. Lífið er lag sem við syngjum saman tvö, dag eftir dag. Þú og ég í framtíðinni göngum tvö, saman við.